Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og nú ætlum við að vinda okkur yfir í grín og uppistand því að á fimmtudaginn í næstu viku, 9. september, ætlar Egill Bjarni Friðjónsson að vera með sitt fyrsta uppistand á Græna hattinum og það ber þinn frábæra titil Heimurinn er vitleysingur. Egill Bjarni, vertu hjartanlega velkominn í þáttinn. Takk fyrir. Þetta í fyrsta sinn sem þú verður á Græna. Já. Ertu ekki bara spenntur fyrir þessu? Jú. Nei, ég get ekki sagt annað. Og væntanlega mikil undirbúningsvinna, sko, hvernig fæddist þessi hugmynd? Heimurinn er vitleysingur. Sko, nú eitthvað búin að ganga með þetta nafn í hausnum, ég man svo sem ekki hver nákvæmlega ástæðan var fyrir því, þetta er bara svona fyndið nafn. Já. Svona. Og mjög satt líka. Já, algjör vitleysingur. Já. og þetta er náttúrulega væntanlega eins og þú segir, búin að ganga með nafni í dálítinn tíma og það hlýtur að vera það sama með efnið, sko. Ertu með einhver svona ákveðin þemu eða eitthvað sem þú ert að fjalla í uppstandinu? Sko, ég skipti þessu upp í 4 parta. Já. Og 2 eru svona ákveðin þemu, ég geri grín að íþróttum í einum kaflanum, svo svona fyrsti kaflinn er svona, ég bara svona kynna sjálfa mig og svona, bara svona pínu mig. Já. Og hinir 2 eru svona restinn. Já. Svona ýmsar pælingar og svona spurningar sem ég hef verið að velta fyrir mér, kannski pínu svona vitleysislegar. Já, bara heiminn og lífið og þetta allt saman. Já. Skemmtilega. Kannski svona bjánalega pælingar sem ég svona pæli alveg genuinely í, en kannski yrði álitinn hálfviti fyrir að spurja í alvörunni, þannig að fínt að koma þessu út þarna. Einmitt. En er það ekki líka oft, sko, maður heldur að maður sé einn að hugsa eitthvað, svo kannski einmitt fleiri sem að hafa hugsað þetta og geta þar að leiða til leið að því. Já, nákvæmlega bara, ég kannast við þetta maður. Ég er ekki einn. Nei, akkurat, það er einmitt. Það er svona hughreyting í því líka. Já. Og þú ætlar að vera með gesti með þeim líka? Jú, það eru Sindri Snær og Edda Borg. Ég hef svona verið að koma fram með þeim áður, hann að bara lá beinast við að heyri þeim, bara hvort þau vildi ekki vera með. Bjóða þeim að kíkja á Græna, hlýtur að vera draumur fyrir þau líka að fá að koma fram á Græna hattinum. Já, aðalstaðurinn. Já, aðalstaðurinn, aldrei svikin að því. Nei. Já, þannig að Edda ætlar að vera með eitthvað smá uppistand líka og Sindri að spila eitthvað svolítið. Já, hann svona verður með tónlist og eitthvað spjall svona á milli og Edda verður að uppistandast líka. Já. Þannig þetta verður skemmtileg kvöldstund. Já. Og þið, eins og segir, þið hafið alveg verið að koma svolítið fram saman. Já, svona á R5 höfum við Sindri höfum komið 2 fram þar og við Edda einu sinni. Svona verið að leggja, það hefur verið svona undirbúningsvinna, verið að leggja línurnar fyrir þetta kvöld í næstu viku. Já, má alveg segja það svona þannig lagað, sko. Og sko, hvað fer í gegnum hausinn á manni, sko, áður en maður fer á svið með svona uppistandsprógram? Það er svona pínu bara, þetta annarkvort virkar ógeðslega vel eða enga veginn. Já, það er ekki millivegur. Nei, það er einhvern veginn, ég hef allan að komast að því með sjálfa mig, ég er svona, þetta er örugglega annarkvort bara frábær brandari eða engan veginn virkar. Já. Þannig að það er annarkvort bara svona öskrað og hlátri eða ekkert. Já. Maður er svona bara vonandi að verði hérna megin. Svo er nefnilega, það er svo merkilegt líka, sko, að ég veit ekki hvort þú er upplegað, ég hef allavega upplegað að fá rosalega mikinn hlátur við einhverjum brandara á einum stað og prófa hann svo aftur annar staðar og það bara kannski gerist ekki neitt. Nei, það er alveg, ég hef alveg... Og þá veit maður að það er ekki að því brandarinn er ekki fyndinn, sko, maður veit, maður hefur alveg fengið þau viðbrögð, sko. Já. Og þá bara eitthvað annað, þetta er svona... vand með farin vísindi, eða hvað? Já, ég tek mitt eitt brandara hérna í næstu viku sem ég tala léleg gig. Já. Svona, það sem ég bara svona, ég tek hérna þennan brandara, hann er alltaf safe. Svo fer ég með hann þannig á þessu lélega giggi og það er bara ekkert. Nei. Og það er svona, ok. Þetta er svo erfitt, hvað gerir maður þá, sko?
Þá bara, kemur í ljós hvað maður góður að spinna sig út við því held ég bara, sko. Já, já. Það kannski hægt að hafa eitthvað backup plan svona en maður veit aldrei hvort að það mun virka heldur. Nei, standa hjá brunaboðanum. Já, akkurat. Eða það bara svona í versta falli bara, þetta var brandari, vinsalega slægiði núna. Já. Vonaða besta. Akkurat. Nei, og þetta áttu þér einhverja svona fyrirmyndir í uppstandinu og svona einhverja sem þú svona, já, lítur upp til? Já, það Jón Gnarr. Já. Það svona, ég var eins og nörd og bara kolfjall fyrir þessu. Það væri gert snúið. Þetta væri gaman að gera einhvern tímann. Já. Svo bara, náttúrulega Laddi. Og svo svona til heimi þá var það Gabriel Iglesias, Fluffy. Já. Og Daniel Sloss, skoskur uppistandari. Akkurat. Þetta svona, þetta örugglega þeir sem ég kannski lít mest upp til eins og Já, einmitt. Og svo hlýtur að vera, sko, hugsaðu svona markvisst svona, hvort þú sért með einhvern ákveðin stíl eða bara skrifaðu það sem kemur upp í hugan hverju sinni? Já, ég punkta alltaf niður hjá mér ef ég fæ einhverju hugmynd, bara, þetta fyndið. Svo svona kannski býður einhverja stund og þá fatta ég, ok, þetta kannski ekki eins fyndið og ég hélt að veri eða, þú veist, ég skrifa það og svo kannski, já, þetta bara kannski meiri, kannski fæ einhverja nýjar hugmyndir varðandi þessa hugmynd eða þá bara, nei, ég ekki alveg að fíla þetta. Nei. Og svo þarf maður kannski ofta að prófa einmitt bara á fólki. Svo. Já, það einmitt svona, getur verið pínu skeri að gera það en þannig maður þarf að fá einhver viðbrögð við þess til að vita hvort í alvörunni virki. Já. Svo ég var oft upplegað, ég veit ekki hvort þú tengir það, sko, ég var oft upplegað að, sko, ef ég með efasemdir brandarann áður en ég segja hann, þá virkar hann ekki. Já, það mitt. Það alveg góður punktur, sko. Já, þú veist, en það getur alveg verið fyndið samt en bara því að maður ekki með sjálfstrausti í það akkurat á því augnabliki. Nei, akkurat. Þá bara fellur það, en þannig að þetta flókið mál. Já, svo einmitt mikilvægt líka svona að vera ekki að taka því of alvarlega þegar maður að skrifa þetta niður í svona handrit eins og ég ger alltaf. Já. Að sko það steingeldir alveg brandarann að setja hann upp eitthvað, maður kannski með eitthvað hugmynd í eitthvað svona, eitthvað svoleiðis, svo skrifa maður bara eitthvað, svo segir kallinn, wúhú. Já. Jesús. Einmitt. Maður verður að muna bara, ég var með þetta að hugsa svona, það verður að koma þannig fram. Já, það verður að komast til skila. Já. Þetta er skemmtilegt, þetta Heimurinn vitleysingur, það verður 5. daginn 9. september á Græna hattinum klukkan 9. Yes. Og hægt að kaupa miða náttúrulega bara inn á grænihatturinn.is og Tix og... Já, það bara grænihatturinn.is, svo náttúrulega bara við hurð. Og við hurð, já, einmitt. Að gera að kaupa sér miða? Kaupa sér miða, annarkvort inn á grænihatturinn.is eða bara við hurðina í næstu viku. Já. Hvetjum við þetta bara alla til þess að mæta sem langar til þess að hlæja. Það margir sem hafa þörf fyrir það og þessum síðustu og verstu. Aðeins að taka sér smá hlé frá heiminum og hlæja saman bara. Já, ég held að það sé bara uppskrift af mjög góðu kvöldi. Ég held það. Gangið bara ótrúlega vel með þetta og við hvetjum alla til að mæta. Takk fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir mig.